kvenna sem að fara að hefjast núna í Þýskalandi, þar sem að Ísland spilar á miðvikudaginn, opnunarleikinn á móti Þjóðverjum. Síðan það Serbía á föstudaginn og svo Úrúgvæ á sunnudag. Og Rakel Dögg og Vignir, þið verðið náttúrulega þar í hlutverkum á RÚV. Fyrst, Rakel, það segja allir, við eigum ekki séns í fyrstu 2 leikjunum en eigum að vinna Úrúgvæ. Já, auðvitað fyrirfram það svona kannski stóri úrslitaleikurinn okkar á móti Úrúgvæ upp á að komast áfram upp úr riðlinum. Það eru 3 lið sem fara áfram í milliriðla og næsta liði fer í þennan fræga forsetabikar sem að við fórum síðast og náðum að klára hann. Alræmdi. Handhafar forsetabikar. Já, en bara vonandi verðum við það ekki áfram eftir þetta mót. En jú, ég meina við erum að spila móti Þýskalandi og það er auðvitað bara eina allra sterkasta þjóð heims og það eru andstæðingar okkur auðvitað á heimavelli líka. Þannig að það verður auðvitað rosalega erfiður leikur, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Og sama með Serbíu, þær eru alltaf sterkar, þær eru ekki kannski í topp 5 eða topp 8 en það er erfitt að mæta þessum þjóðum og það er bara mikil handboltahefð og náttúrulega bara gríðarlega sterkir leikmenn, þetta er rosalega sterkt lið líka. Þannig að við erum auðvitað í uppbyggingafasa eins og oft er rætt og Vegferð. Við erum núna í ákveðinni vegferð og svolítið svona nýtt lið bara. Öflugum póstum sem að hættu síðasta. Já. Þannig að það eru fullt af reynslu litlum leikmennum núna kannski að taka stærri hlutverk og við sérstaklega þá varnarlega. Við erum búin að vera í vesenni aðeins með að ná varnarleiknum góðum. Við sáum það í haust á móti Færeyjum og Portugal. Svo spilum við núna helgina á móti Færeyjum og náðum sigur þar í æfingarleik og þar leit vörnin fannst mér mun betur út heldur en í haust. Þannig að við erum bara að vona að með hverjum deginu, hverju æfingu og svo hverjum leiknum að við séum að ná að þétta vörnina betur.